Formaður Sjálfstæðisflokksins ætlar ekki að leggja að Guðlaugi Þór Þórðarsyni að segja af sér þingmennsku, það sé kjósenda að ákveða hvort Guðlaugur njóti nægilegs trausts. Formaður Sjálfstæðisflokksins ætlar ekki að þrýsta á Guðlaug Þór Þórðarson að segja af sér þingmennsku og bendir á að þingmaður sæki ekki umboð sitt til sín, heldur kjósenda. Guðlaugur Þór þáði tæpar 25 milljónir króna í styrki fyrir hrun. Steinunn Valdís Óskarsdóttir þáði helmingi minna en sagði af sér þingmennsku nýverið eftir að flokksformaður hennar Jóhanna Sigurðardóttir sagði að Steinunn hefði þegið óeðlilega háa styrki og að máli væri óþægilegt fyrir Samfylkinguna. Formaður Sjálfstæðisflokksins viðurkennir að styrkjamál Guðlaugs Þórs sé ekki þægilegt fyrir flokkinn. Ég tel reyndar að þessi mál sé óheppileg fyrir stjórnmálalífið almennt í landinu. Já eða nei, á Guðlaugur Þór að segja af sér? Nú það þannig að Guðlaugur Þór sækir ekki umboð sitt til formanns Sjálfstæðisflokksins. Á endanum þá þetta alltaf mat hvers og eins. Gunnar Helgi Kristinsson stjórnmálafræði prófessor sagði í hádegisfréttum RÚV að þegar þingmenn séu farnir að skaða flokkinn taki leiðtogar oft af skarið og þrýst á viðkomendum að segja af sér. Ætlar þú að gera það með Guðlaug Þór? Ég hef ekki gert það, nei. Ætlar að gera það? Nei, ég ætla ekki að gera það. Þannig þér finnst hann fyllilega verið þess traust sem þingmaður þarf að hafa? Það á endanum mat kjósenda í Reykjavík. Ég bara ítreka það að einstakir þingmenn þeir sækja ekki umboð sitt til mín og það mikill misskilningur hjá prófessornum ef hann heldur að sé þannig. En nú hefur fylgi Sjálfstæðisflokksins ekki verið upp á það besta. Myndi það ekki aukast ef að Guðlaug viki? Mér finnst þetta nú afar langsótt spurning. Það margt sem að ræður því hvert traust á Sjálfstæðisflokknum og það eitt mitt helsta hlutverk að endurheimta það traust sem glataðist hér fyrir ári. Ég tel að við höfum verið á réttri leið.